Hitt efnið sem í vikunni vefþjónustur og það sem við ætlum að takast á við í verkefni 3 sem kemur á næsta mánudag og það sem í hópverkefni 1. En pælingin á bak við vefþjónustur í grófum dráttum það að við erum að búa til kerfi þar sem tölvur tala saman í staðinn fyrir að við séum með manneskju sem að horfa á okkar viðmót og nýta viðmóti til þess að eiga í einhverjum samskiptum. Þannig að við þurfum ekkert að hugsa það að búa til neitt HTML eða CSS, heldur við bara að skila einhverjum gögnum og erum þá síðan með einhverja semantík sem á milli þjónustuna. Þannig að eitthvað sem við skilum eitthvað sem viðkomandi getur skilið. Þannig að ef við erum að skila einhverjum upplýsingum færslur, þá séu færslurnar á einhverju formi hérna, eins og eitthvað JSON sem við getum lesið úr og við skiljum hvað þýðir. Hvað þýðir ID? Jú, ID eitthvað sem við getum notað síðan til þess að fá nánari uppfærslu á þessu, eða nánari upplýsingar þessa færslu, eða ég geti uppfært þessa færslu, eða ég geti eytt henni. Og til þess að búa til vefþjónustur, þá höfum við margar leiðir til þess, en við getum notað Express og það sem við gerum þá að skilgreina ekki eitthvað sem skilar HTML í HTTP-responsið, heldur skilar JSON. Og JSON mjög mikið notað í samskiptum, vefþjónustu samskiptum, og áður en það kom til þá var mikið notað XML, en blessunarlega erum við með JSON núna sem bara afskaplega fín leið til að skiptast á gögnum. En það eru til aðra leiðir, það er til að að nota protobufs sem eru frá Google sem leyfa okkur að pakka gögnunum ennþá minni pakka saman, það sem eru meira svona eins og bara binary samskiptastall, en JSON leyfir okkur í raun að búa til þessi gögn sem auðveldlega hægt að parsa eins og við hefum notað. Við getum sótt og parsað þau og fengið þá í raun gagnastruktúrinu upp í JavaScript forritun okkar, eða lesið bara sem manneskjur til að sjá hvað að vera. Þannig að hérna dæmi forrit sem við erum með hérna, og því skipt upp í þessa 4 hluti hérna. Við erum með leið til að tengjast við gagnagrunn, við erum með þessi items hérna sem séum að sækja þessa items sem við erum með og búa þau til, uppfæra þau eða eyða þeim. Og það eru alls konar leiðir til þess að gera það, en síðan erum við með API sem þá í raun vefþjónustu lagið ofan á þessar aðgerðir, og þá getum við fengið lista af því hvað í þessum itemum, við getum uppfært og við getum sótt, og já, það ekki skilgreind hérna að eyða. Þannig að ef við keyrum þetta, og til þess þá þurfum við að fylgja þessum leiðbeiningum hérna, droppum þessum gagnagrunni ef hann skildi vera til, búum hann svo til aftur, keyrum það sem býr til gagnagrunnin okkar, eða töflurnar, keyrum svo upp forritið. Allar þessar skipanir sem þú setur inn Já. í þessu, það eitthvað sem við að vera svona 100% læra? Þetta það sem við vorum að gera. Það sem ég var að gera var DropDB sem hendir gagnagrunni. Þetta kemur þá frá sama stað og PSQL, CreateDB býr til gagnagrunn. Þannig að þetta býr til staðinn þar sem við getum búið til töflunar. Og svo var hinn sem ég gerði var að keyra NodeMon til þess að keyra upp forritið sjálft. Þetta einhvers staðar þannig að maður geymir? Já, þær eru hérna. Eina sem ég bætti við hérna var í raun DropDB app API ef gagnagrunnur var nú þegar til. Er þetta PSQL skrifanir?
Þetta eru bara bass, eða þú veist, þetta eru bara binary föll, þetta er bara föll forrit sem fylgja með Postgres. Þannig að þá hafið þið aðgang að þessu, já. Þið gætið, ef þið eru á Windows, þá gætið þið þurft að setja þetta í path, þannig að þið hafið aðgang að þessu hvar sem er. Þannig að núna er ég með þetta keyrandi og ef ég keyri þetta upp núna, þá fæ ég svona viðmót. Þannig að fara yfir í Firefox hérna, þar er ég með extension sem að tekur JSON svör og birtir þau svona sem hérna, sem eitthvað sem er þægilega að horfa á. Ég get svona kollapsað og unni með. En ef að þið munið úr Webfortran 1, þar voru verkefni þar sem við vorum að sækja svona gögn og birta þau í einhverju viðmóti, þá fengum við eitthvað svona JSON gögn. Núna seinast í Webfortran 1 í fyrra, þá vorum við að vinna með hvað er Open Books API eitthvað sem leiði okkur að sækja gögn bækur og þá fengum við ekki, þú veist, kannski nákvæmlega ID, title og text, þetta fengum við ID og svo fengum við title og svo fengum við jafnvel author og einhverjar upplýsingar bækurnar. Þannig að þarna, þetta er einhver item gæti verið hvað sem er. Þetta getur verið nemendur, þetta getur verið áfangar, þetta getur verið vörur í búð, þetta getur verið pantanir í einhverjar körfu. Þetta er bara við einhvern veginn að gefa frá einhverjar upplýsingar einhverjar ákveðnar færslur. Og þetta er síðan kallað einhverjum nöfnum. Stundum er þetta bara kallað vefþjónustur, stundum er þetta kallað REST vefþjónustur og stundum er þetta kallað Restify, nei, ég er búinn að svona næstu því REST vefþjónustur, alveg stólaðu mér orðinu, en REST er þessi hugmyndafræði sem er svona frekar abstrakt og snýst það að í raun módela gögnin okkar sem resursa og aðgerðir á þessa resursa. Þannig þá erum við að segja þessi item okkar hérna eru resursar og þetta hérna við fáum ID, title og text er í raun representation á resource. Er því að kalla REST APIs? Jú, en það er REST API er í raun, ef þú ætlar að vera alveg korréttur og fylgja öllu því sem er, svo ertu með svona, ég minn eini, voðalega, þá fylgjum við ekki öllum þessum takmörkunum sem eru tilgreindar af REST, þegar við erum með ákveðnar takmarkanir sem eru skilgreindar á REST og að RESTful það var það sem ég er að segja. Það er það sem við erum yfirleitt að búa til. Og þegar við erum að nota það, þá notum við JSON, við notum HTTP aðgerðir og stöðukóða til þess að gefa til kynna hvernig aðgerðirnar okkar fóru, en erum í raun ekki að gera nákvæmlega allt það sem að REST biður okkur Og þá sérilega HTOAS eða Hypermedia as the Engine of Application State sem er áhugaverð pæling en er erfitt að fylgja eftir en er svona í grunni það að með því að vita bara slóðina á vefþjónustuna þá ætti ég að geta fundið og interaktað við allar þær aðgerðir sem vefþjónustan býður upp á. En við erum bara að horfa á þessar RESTful þjónustur sem eru mjög svona praktískar. Þannig að ég get að fara hérna uppi og ég get sagt /1 og þá fæ ég villu því að eitthvað var ekki til þar sem að er áhugavert. Þannig að við erum með API router hérna, við erum með list og við bjóðum ekki upp aðgerðina að sækja stakt stag. En við bjóðum upp á hins vegar að uppfæra það. Þannig að það sem við getum gert hérna er að kalla í vefþjónustuna með paths aðgerð og þetta er þá í staðinn fyrir get eða post, þá notum við paths og þá getum við ekki framkvæmt hana í þessum vafra hérna án þess að nota eitthvað eins og fetch þar sem við getum skilgreint þetta en við þurfum að nota eitthvað annað tól til þess að vinna á móti vefþjónustunni. Við getum nota curl sem er í raun bara command line tól sem við getum kallaði hérna
og þá sjáum við hérna að það uppfærist einhver titill, ég fer hér og reloada og þá fæ ég hérna uppfærið titill texti í færslu 1. Þannig að þarna er í raun búin að framkvæma aðgerð, alveg sem við myndum nota post til með þessu í verkefni 2 nota þess að búa til nýja aðgerð eða uppfæra hana, þá postum við ekkert og við uppfærum út frá því. En hérna erum við að nota meira niðurnjörfaða HTTP metódu sem heitir PADS til þess að uppfæra nákvæmlega einn hlut sem getur þá verið bara titillinn eða textinn. Þannig að ég get tekið hérna í burtu og bara að gera það. Ég get líka sagt bara texti, uppfært bara textan. Þá fæ ég uppfærið texti, uppfærið titill frá því áður. En þetta er ekkert sérstaklega kannski þægilegt að nota þegar við erum að vinna með þetta, við erum að nota eitthvað svona command line tól. Þá eru tól eins og Postman eða Insomnia, eitthvað sem við getum notað og ég ætla bara að búa til nýtt workspace hérna svona og það sem að þetta er í raun þegar þið búið til þetta tól þá þurfa að búið til eitthvað svona workspace síðan búið til þetta hérna þið getur þurft að búið til einhvern notanda en við erum með annað tól á eftir sem hittasýningu sem við getum líka nota sem þar krefst þess ekki svo getur búið hérna til HTTP request og þá getur skrifað hérna inn localhost 3000 og ég get gert send og þá fæ ég hérna í raun tilbaka gögnin sem við vorum að sjá áðan nema hérna fæ ég þau sjálfkrafa svona pretty ég get líka að sé þau raw þar sem ég sé bara nákvæmlega það sem kom en hérna fæ ég þetta sem JSON gögn okay? Þannig að ég get búið þetta til og ég get vista þetta bara sem eitthvað get þá er ég collection dæmi einu sinni fyrir margt löngu þá var Postman bara svona einfalt forrit sem var mjög þægilegt að vinna með nú er það búið að bæta við alls konar bells and whistles Þarf backslash ekki vera svona inn í strengi eða þannig? Hvað þarf? Gera get backslash svona rótin Núna er ég bara að nefna þessar requesti mínar þetta getur bara heitið eitthvað hérna þetta er bara það sem kemur hérna til hliðar bara svo ég viti hvað cirka ég er að nota þegar svo þarf ég hérna þarf ég í raun núna að segja nú ætla ég að framkvæma PADS aðgerð og ég ætla að gera það á móti localhost á móti /1 þá get ég farið síðan henni í body gert raw og get valið JSON og þá get ég sendt hér gögnin sem ég vil uppfæra titill úr Postman og ég get sendt hann hérna og þá uppfæri ég hérna titillinn svona og þá get ég farið hérna tilbaka ég get keyrt aftur þessa requestu og ég get séð að hún er búin að uppfærast hérna þannig að núna er ég að reyna að búa til vefþjónustu sem ég er svo núna að prófa í staðinn fyrir að lóta upp einhverju viðmóti þar sem ég er að logga mig inn og er að hérna, búa til eitthvað form og skrifa eitthvað inn í formið að posta þá er ég að gera þetta í raun í gegnum þetta þar sem ég er í raun að kalla í þessar vefþjónustur eins og ég væri síðan hugsanlega að kalla úr þær úr forritum eins og við gerum í vefforritinu 1 þannig að þarna er munurinn sá að við erum núna að fara að búa til vefþjónustur þessi því er að við þurfum að passa upp á það að það sem að við búum til make sense og virki og til dæmis það ef ég myndi reyna að gera PADS á eitthvað sem er ekki til hvað gerist þá? Þá er þessi hérna þetta dæmi ekkert sérstaklega smart af því að það skila bara eitthvað internal server error ekki einhverju validation villu sem segir hey, þú verður að uppfæra eitthvað sem er tala og þá sjáum við í raun að villan mín kemur alla leið frá því að það var reynt að vinna með ASDF sem integer Postgres var að reyna að breyta ASDF yfir í integer ég átti að grípa þetta fyrr til þess að það færi ekki alla leið niður í gagnagrunninn væri svona seinasta víi mitt í þessu þannig að þannig er aftur komin að svona validation pælingum
Svo erum við með aðra hluti sem að tengjast inn í vefþjónustur og tengjast líka aðeins inn í verkefni 2 sem eru þessar pælingar með paging og þá er dæmi hérna sem að við getum búið til, þannig að búum bara til aftur þennan gagnagrunn hérna mock 2023 förum inn í env hérna, kallum env 2023 þannig að þá erum við að tala við sama gagnagrunn og við vorum að búa til svo ætlum við að keyra create db aftur sem að býr núna til 10.000 fake færslur með faker og ef við notum núna svo ætlum við að loka þessum hérna glugga PSQL mock 2023 og gerum select stjarna from hvað hét tablan, hún heitir bara users þá sjáum við að við fáum bara ég get farið hérna í gegn og þetta eru 10.000 færslur þannig að þetta mun ekkert hún endar hérna á 100 röðum en ég get gert select count from users þá eru bara 100 þá er eitthvað klikkað eða ég hef minkað það hérna þegar ég var að testa þetta þar skilgreinum við hvað við gerum mörg testgögn já, þau eru bara 100 hérna þannig að gerum við aðeins fleiri þannig að þetta sé aðeins meira fútt í þessu þannig að núna er hún aðeins lengur að þessu en samanskapi erum við núna komið 10.000 notendur en við núna reyna að gera þetta hérna þá var ég allan dag bara að bíða eftir að ég færi gegnum þetta hérna því að þetta er svo mikið af gögnum og þetta er það sem var pælingin í verkefni 2 að þegar við erum komið ákveðið mikið þá getum við ekki byrta allt að þegar bara að byrta það er bara að sækja megabæta gögnum yfir hérna HTTP þannig í staðinn þá búum við til svona síðu fyrir síðu sem við erum að sækja og það gildir alveg mikið í vefþjónustum og í svona viðmótið sem við erum að gera í verkefninu þannig ef við keyrum þetta upp þannig að við getum keyrt hérna Node APIs og ég núna opna þessa slóð og opnum hann nú bara frekar í Firefox hérna þá sjáum við aftur eitthvað svona items og hérna sjáum við eitthvað ID og svo sjáum við í raun 10 stök í einu. Þá komum við aftur að þessu sem við talaðum áðan að vefþjónustan ætti í raun að geta birt og gefið okkur aðgang að öllum aðgerðum sínum. Þá er þetta að gera það gegnum eitthvað svona lýsigagna hlut sem fylgir með eins og hérna links sem segir mig hérna að næsta síða er þessi. Síðan sem ég er á eða síðan sjálf er þessi hér. En ef ég fer núna þessa hérna síðu þá fæ ég stak 11 til 20 og þá fæ ég hérna preview síðan er þessi hér næsta síðan er þessi hér og nú get ég haldið svona áfram alveg þangað til að ég er komin bara upp að efri mörkunum á þessu þá erum við hérna næsta síðan er 10.000 og hérna nei, við erum að fara alltaf svona langt þá fyrir hérna og þá er ég búinn þá er ég komin á enda hér og hér er í raun ekkert en hérna samt galli í forritinu og hún heldur samt áfram en við erum í raun búin að telja upp öll stökin 10.000 í gegnum það að fara bara gegnum þetta 10 stök í einu í gegnum þetta það sem að þetta gerir er í raun að nota þetta offset og limit til þess að velja bara ákveðið mörg stök í einu.
Síðan tökum við því úr query-strengnum í vefþjónustunni og sendum það áfram í selectið, notum það hérna til að búa til þetta þessar slóðir og sendum svo þetta res.json áfram á serverinn. Þannig hérna erum við ekki lengur með res.render, heldur res.json sem séum það að við erum að skila okkur réttum headerum og réttum gögnum. Þannig að við förum aftur hérna þegar það er að skoða. Þá fer ég inn í headers og þá fæ ég hérna express, en núna fæ ég content type, application JSON og rétt charset og rétt content length, en application JSON er það sem er sett núna sjálfkrafa af express og við getum sendt hvaða JavaScript hlut sem er inn í þetta og express sér mér kóðan sem JSON og senda hann áfram. Þannig að fyrir næstu viku þá var ég gott að vera búin að kíkja á þessi dæmi meðfram því að vinna í verkefni 2, að þegar verkefni 3 munurinn vera að smíða svona vefþjónustu með einhverjum svipuðum kröfum og við erum að sjá úr þessum restful þjónustum, þar að segja að við viljum hafa einhverjar get-aðgerðir, einhverjar post-aðgerðir til að búa til, einhverjar paths til að uppfæra og eitthvað delete til að eyða. Og þá verður svona fyrir sum ykkar kannski kostur að það verkefni mun ekki fjalla það að búa til eitthvað viðmót. Þið þurfum ekki að gera CSS eða HTML. Þannig að þá sum ykkar sem finnst það skemmtilegra hafi gaman að því. En einhverjar spurningar lokin? Segðu þetta bara gott í dag.